hátíðin í kvöld. Amen. Are you happy to be here? I wanted to speak a very simple message tonight. Við langar að predika mjög einfaldan boðskap í kvöld. I want to speak to you on how to destroy Hvernig á að eyða a Goliath in your life. Goliat í lífi þínu. Amen. How many of you would like to know how to destroy a Goliath? Hversu margir ykkar vilja vita það? Hallelujah. Halleluja. Tonight we're going to destroy Goliath. Í kvöld ætlum við að eyða Goliatum. God's going to turn you into a giant killer. Guð er að gera þig að Hallelujah. Amen. I want you to go in your Bible to the book of 1 Samuel chapter 17, please. Og við skulum fletta upp í 1. Samúelsbók 17 í kvöld. 1 Samuel chapter 17. 1. Samúelsbók kapli 17. And obviously the passage that I'm going to read tonight Og ritningin sem ég ætla að lesa í kvöld is about David and Goliath. hún Davíð og Goliat. I will not be speaking about Goliath Ég ætla ekki að tala Goliat or destroying Goliaths eða að bara að eyða Goliat. if I'm going to read about Jonah and the whale. Frekar heldur en að lesa Jónas í hvalnum. I have to talk about David and Goliath. Amen. Ég ætla að tala Davíð og Goliat. Amen. Amen. Chapter 17 of 1 Samuel Kapli 17, 1. Samúelsbók and verse 38. og vers 38. Now, David's brothers were in Saul's army. Bræður Davíðs voru í her Sáls David was the youngest in his family. og Davíð var sá yngst í fjölskyldu sinni. His job was to care for the sheep. Hann starfað að gæta sauðanna. That's all he knew. Það var allt sem hann kunni. How to look after sheep. Hvernig átti að gæta sauða. And one day David's father was worried about his brothers. Og dag einn að þá hafði faðir Davíðs áhyggjur af bræðrum hans. And he said to his son David, Sagði son sinn Davíð, I want you to go to where your brothers are at war. Mér langar að þú farir til bræðraðina I want you to inquire how they are. og spyrjast fyrir hvernig þeir hafið það And I want you to take some food to them. og taka mat til þeirra. And David went to where the Israelites were at war with the Philistines. Davíð fór þar sem stríðið átti sér stað milli Filista og Ísraelsmanna. And when David got to the battlefield, Og þegar Davíð kominn þarna á hervöllin, he noticed something very strange. þá sér hann einkennilega kringumstæður. That the same army Að sami herinn who was once before full of energy sem áður hafði verið fullur af krafti and had enjoyed victory after victory og hafði unnið sigur eftir sigur, had no energy in them anymore. að nú var engin kraftur til staðar lengur. And he was wondering what was going on Og hann var að velta fyrir sig hvað væri að gerast. until he heard a loud voice in the distance. Og þar til hann heyrði háa rödd álengdar And he saw a huge man. og hann sá stóran mann And then he understood what the problem og was. þá skildi hann hvað var vandamálið. Everyone was in fear Það voru allir óttaslegnir. because a man by the name of Goliath Vegna þess að það var maður að nafni Goliat. had driven fear into a nation. Hann hafði virkilega komið ótta inn í slegið ótta á heila þjóð. I want to show you tonight Mér langar að sýna þér í kvöld some of the principles that allowed David to kill Goliath. nokkur grundvallar atriði sem hjálpuðu Davíð að sigra Goliat. I want to read from verse 38. Og mér langar að lesa frá versi 38. I'm going to read one verse and Pastor Christian's going to read the verse after me. Ég ætla að lesa eitt vers og Kristinn les síðan annað. Verse 38 says, Then Saul dressed David in his own tunic. He put a coat of armor on him and a bronze helmet on his head. Og Sál færði Davíð í brynjukubb sinn og setti ylhjálm á höfuð honum og færði hann í brynju. David fastened on his sword over the tunic and tried walking around because he was not used to them. Davíð girti sér sverði eins sínu utan við brynjukubbin og fór að ganga því hann hafði aldrei reynt það áður. I cannot go in these, he said to Saul, because I am not used to them. So he took them off. Þá sagði Davíð Sál, ég get ekki gengið í þessu því ég hef aldrei reynt það áður. Then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in the pouch of his shepherd's bag, and with a sling in his hand approached the Philistine. Þeir færðu Davíð úr þessu en hann tók staf sinn í hönd sér og valdi 5 háa steina úr gilinu og lét þá í smalatöskuna sem hann hafði með sér
Now we all know what happened after that, don't we? Og við vitum hvað gerist eftir það. He approached the Philistine with 5 stones. Hann mætti Filistanum með 5 steina. And he killed the Philistine. Og hann drap Filistan. He took a stone, put it in his sling, swung the sling, and the stone struck the Philistine on the forehead, and the Philistine fell. Sett í slönguna, sveiflaði slöngunni og steinin fór í enni Filistans og drap hann. And the Bible says he cut off his head. Og Biblían segir að hann hafi tekið höfuð hans af honum. Now I want to read from verse 55. Og nú ætla ég að lesa frá versi 55. As Saul watched David going out to meet the Philistine, he said to Abner, commander of the army, Abner, whose son is that young man? Og þegar Saul sá Davíð fara á móti Filistanum mælti hann við Abner, hershöfðingi Abner, hvers son er Sveinn þessi? Abner replied, as surely as you live, O king, I don't know. Abner svaraði, svo sannarlega sem þú lifir konungur veit ég það ekki. And the king said, find out whose son this young man is. Konungurinn mælti spyrituða hvers sonur þetta ungmenni sé. As soon as David returned from killing the Philistine, Abner took him and brought him before Saul, with David still holding the Philistine's head. Og Davíð sneri aftur og hafði lagt Filistana velli, þá tók Abner hann og leiddi hann fyrir Saul, en hann hélt á höfði Filistans í hendi sér. Whose son are you, young man? Saul asked him. Og Saul sagði hann, hvers son ert þú, Sveinn? David said, I am the son of your servant Jesse of Bethlehem. Davíð svaraði, sonur þjóns þíns Ísa í Betlehem. Hallelujah. Halleluja. I want to ask you the question tonight. Við langar að spyrja þessar spurningar í kvöld. How do you conquer a nagging Philistine in your life? Hvernig sigrar þú þennan Filista í þínu lífi? Now don't look at me as if you're all righteous. Ekki líta mig eins og þið séu öll réttlát. Because I need to say something to every one of us tonight. Vegna þess að ég þarf að segja Including me. í kvöld. Including me. Og ég meðtalinn. Every one of us Öll okkar. has a Philistine that is nagging our lives. Við höfum öll Filista sem að... Come on now. Yeah, every one of us has a Goliath that is nagging our lives. Sem að verki í lífum okkar. How do you take a Goliath and cut the head of a Goliath? Hvernig náðu þessum Goliat og tökum af honum höfuð? I need you to understand that many of you have been trying to kill this Goliath for years. Við þurfum að skilja mörg ykkar hafa verið að reyna að drepa þennan Goliat for árum saman. And you've been telling yourself every year, this year I'm going to conquer him. Þú hefur sagt við sjálfan þig, í ár skal ég sigra. But the Goliath comes back every year, and every year he comes back. En Goliatin kemur aftur á hverju ári, á hvert ár kemur hann aftur. And you cannot get victory over that thing in your life. Og þú nærð ekki sigri við þessum hlut í lífið þínu. Amen. Amen. Now, when the situation presents itself as being unbeatable, Og þegar kringumstæðurnar virðast vera ósigranlegar, what do? hvað gerur? Very often we depend on other people to help us fight the battle. Oft á tíðum þá reynum við okkur á annað fólk til að heyja baráttuna. But you know something? I believe that God has given you everything you need to conquer him. En veistu að ég trúi að Guð hafi gefið þér allt sem þú þarft á að halda til að sigra. God has given you everything you need, says the Bible, for life and for godliness. Guð hefur gefið þér allt til lífs og guðhræðslu, segir Biblía. You see, when Israel went to war against the Philistines, Sjáðu þegar Ísrael fór í stríði gegn Filistíunum, they were ready to wage the war and win the war. þá voru þeir tilbúnir að heyja stríð og vinna stríð. But they didn't bank on Goliath being there. En þeir reiknuðu ekki með því að Goliat yrði þar. Many of you start out your Christian lives on a good wicket. Mörg okkar byrjum í góðum gíri í okkar kristna lífi. And you think that everything's going to be okay. Og við höldum að allt verði í lagi. Until Goliath shows up. Þangað til að Goliat birtist. Until he stands in the way. Þangað til að hann í vegi fyrir okkur. And you ask yourself, how am I going to get past this one? Og þú spyr sjálfan þig, hvernig kemst ég fram hjá honum þessu? I don't know what that Goliath is. Ég veit ekki hver þinn Goliat er. It might be a bad habit. Það gæti verið slæmur á hann. It might be a physical problem. Það gæti verið líkamlegt vandamál. It might be a sin problem. Það gæti verið synd.
But listen, En hlustaðu, there is a Goliath in your way tonight. það Goliat sem stendur í veginn And your life is going nowhere because of a Goliath that's in your og way. lífið þitt stendur í stað vegna þessa Goliat sem í veginum fyrir þér. God wants to help you to cut off his head in Jesus' Guð vill name. hjálpa þér að taka Hallelujah. höfuðið í Jesú nafni. Now, Goliath stood there Goliat stóð þarna with his big mouth með sin stóra munn and his big muscles og miklu vöðva, and his big sword stóra and sverðið his sitt big shield og hjálminn, and his big armor, skjöldinn og öll herklæðin and the whole army was afraid of him. og allur herinn hræddist hann. But you know something? En veistu hvað? Little did they understand Lítið skildu þeir that Goliath was not perfect. að Goliat var ekki fullkominn. You know, I think that one of our big problems in life is Ég held að eitt af okkar vandamálum í lífinu sé that we assume að við gerum ráð fyrir that our Goliath is so big, I cannot overcome him. að okkar Goliat sé svo stór að við getum ekki sigrast á hann. We don't understand that the devil is the author of that situation. Við skiljum ekki að djöfullinn hann stjórnar þessum kringumstæðum. We don't understand that the devil fell from heaven. Og við skiljum ekki það að djöfullinn hann féll niður af himni. We don't understand that God kicked him out of heaven. Við skiljum ekki að Guð sparkaði honum út úr himnin. We don't understand that the devil is not perfect. Við skiljum það ekki að djöfullinn hann alls ekki fullkominn. We don't understand that the devil can be conquered. Og við skiljum ekki að djöfullinn það hægt að sigra hann. Now, if we believe that the devil can be conquered, Ef að við trúum að hann geti verið sigraður, why do we regard our Goliaths as being invincible? af hverju lítum við það á sem okkar Goliat eins og hann sé ósigrað? Why can we not find victory over Goliath? Af hverju finnum við ekki sigurinn yfir Goliat? Why does Goliath have to come back year after year? Af hverju kemur hann ár eftir ár? Why does that problem have to come back into my life year after year? Vandamál ár eftir ár inn í líf mitt? Why is it that you cannot find victory over alcohol? Af hverju getur ekki sigrast á áfenginu? Why is it that you cannot find victory over smoking? Af hverju getur ekki sigrast á reykingum? Why is it that you cannot find victory over affairs? Af hverju getur ekki sigrast á ótta? Why is it that you cannot find victory over your problem? Af hverju getur ekki sigrast á vandamálunum? I need to let you know, Og ég vil láta þið vita. Goliath is coming down tonight in Jesus' name. Hallelujah. You want to take on some giants? You're going to put him forward. You're going to take his head off tonight in Jesus' name. Hallelujah. You see, David understood something Sjáðu, Davíð skildi eitthvað. that as big as this man Svo was, stór sem þessi maður var, he had a weakness just like everybody þá hafði hann else. veikleika eins og allir aðrir. He might look tall with a sword in his Það hand, getur verið að hann líti stórt út með sverði í hendi sér. but Goliath had a weak spot. En Goliat, hann hafði veika And David knew how to aim for that weak spot. og Davíð vissi hvernig hann átti að miða Hallelujah. veika punktinn. He knew how to bring the giant down. Ef þú þarft að sigrast á risa, Hallelujah. God wants to give you the power tonight to bring down the giant in your life. Guð gefa þér sigurinn í kvöld til þess að sigra risan í lífinu. Now listen to me tonight. Hlusta á mig í kvöld. When we pray for you, that giant's not coming down. Þegar við byggjum fyrir þér, þá kemur Because risinn I ekki. cannot cut off the head of your giant. Þess að ég get ekki höfuð af þínum risa. You're going to have to do it yourself. Þú er að gera það sjálfur. God's going to put the sword in your hand. Guð mun setja sverð í He's going to give hendina. you the power. Hann mun gefa þér kraftinn. But you need to take that giant by the head and take his head En off. þú þarft að taka í höfuð. Hallelujah! You know something? You know something? The big problem in the church today Vandamálið er að kirkjan í dag, is that people expect the pastor to take the head of the giant off. fólki heldur að pastornir eigi að Every time there's a problem in the home, we call the pastor. Í hvers skipti sem það er vandamál á heimilinu þá er hringt í forstöðumann. Every time my husband comes home drunk, we call the Og pastor. í hvers skipti sem að Í hvers skipti sem eiginmaðurinn kemur fullur heim þá er hringt í pastor. Every time I have a migraine, I call the pastor. Og í hvers skipti sem að Every time I have a migraine, I call the pastor. Já, sem að ég hef með höfverk þá hringi ég í pastorinn. You understand what I'm saying? Ég er að segja. You think that he's supposed to take the head of your giant off. Þið haldið að hann eigi að taka höfuð af risanum af.
But the Bible says, Biblían segir, God has given me everything I need Guð hefur gefið mér allt sem ég þarf. for life and for godliness. Hallelujah. Halleluja. He's given you the power to cut off his Hann head. gefur mér kraftinn til þess að Hallelujah. Now, David comes to the battlefield with a different mindset. Davíð kemur á vígvöllinn með annan hugsunarhátt. They think that David is just a little boy. Þeir halda að Davíð sé bara lítill drengur. They think that he's untrained. Þeir halda að hann sé ekki þjálfaður. They think that he's immature. Þeir halda að hann sé vanþroskaður. They think that he cannot think like a soldier. Þeir halda að hann get ekki hugsað eins og hermaður. They think that he doesn't have the mentality Þeir halda að hann hafi ekki hugafarið or the skill. eða það sem til þarf. They said to David, you cannot handle a sword. Þeir segja við Davíð, þú getur ekki haldið á sverði. But they didn't count on one thing. En hann, They didn't know one thing about þeir David. vissi ekki eitt Davíð. That he had been in some battles before. Hann hafði Hallelujah. stríði áður. Yeah, he's been in some battles Hann before. hafði háð He killed a bear. Hann hafði drepið björn. And he killed a lion Hann hafði before. drepið ljón. And so he comes to the battle with a mentality Hann kemur með ákveðnu hugafar inn í þetta stríð. that I'm going to just be fighting a bigger bear now. Og ég ætla bara að berjast í stóran björn núna. I killed a bear before. Ég hef drepið björn áður. He looks like a bear. I'm going to take him down. Hann lítur út eins og björn og ég ætla Now listen, I want to say something to you og ég ætla að tonight. segja þér eitthvað í kvöld. Many of you believe that the giant in front of you cannot be taken down. Mörg ykkar trúi því að risi fyrir framan ykkur But I want to remind you of something tonight. og ég vil minna ykkur á eitthvað í kvöld That many of you have been down this road before. að mörg ykkar hafi gengið Are you listening to me tonight? Some of you have fought some battles in your life. Sum ykkar hafi barist á þessar orðstöðu. You've had some hard times in your life. Þið hafi haft erfiðleika í You've gone through some struggles in your life. farið gegnum erfiðleika. You've had those lions in your life and those bears in your Það hafa life. verið þessi birnir og þessi ljón. And you've had those victories over those lions Og and þið those hafi bears. unnið sigur yfir þessum. It's not like this is a new battle that you're fighting. Og þetta ekki endilega nýtt. This is not a new battle you're fighting. Þetta ekki nýtt. When you were a little child, you fought a battle. Þegar þú varst barn í Kristi að þá þurftur að hafa. When you were in high school, you fought a battle. Þegar þú varst í skóla þá þurftur að varst í baráttu. When you were mistreated, you fought a battle. Þegar þú varst á götunni þá þurftur að heyja stríð. Some of you have come through sickness. Sum ykkar hafi komið gegnum sjúkdóma. Some of you have come through cancer. Gegnum krabbamenn. Some of you have come through disappointment. Gegnum vonbrigði. Some of you have come through trials. Gegnum raunir. The point is that you fought those battles and you won. Hallelujah. You see, the edge that David had over the soldiers was this. Sjáu það sem Davíð hafði umfram hermennina var þetta. That he fought some battles before. Hann hafði háð þessar orustur áður. They thought that he did not know how to handle himself as a Þeir soldier. héldu að hann kynni ekki að berjast. But they did not understand that David had a winning mentality. Þeir skildi ekki að Davíð, hann hafði fúsleiks hugafar. He had the mentality of a winner. Hann hafði þetta vinnandi hugafar. The Israelites said he is too big to fight. Ísraelsmenn sögðu hann er of heimskur til að berjast. David says he is too big to miss. Hallelujah! Hann er Now I want to show you 3 ways in which you can take down a Goliath Ég in langar your að life. sýna ykkur 3 leiðir til þess að sigra Goliat í ykkar lífi. Number 1, Fyrsta lagi, how do I overcome a Goliath in my life? hvernig sigrast ég á Goliat í lífi mínu? Number 1, through the power of the Spirit of God. Í fyrsta lagi fyrir kraft heilags anda eða anda Guðs. The Bible says it's not by might, Biblían segir ekki með valdi, it's not by power, ekki með krafti, but it's by my Spirit, says the Lord. fyrir anda minn, segir Drottinn. Listen, you cannot go in your own strength. Þú getur ekki farið í eigin There are styrkleika. some Goliaths that will laugh at your strength. Þeir munu hlæja af þínum styrkleika. But David said to him, I don't come to you with a sword and a spear.
Davíð sagði ég kem ekki But I come to you in the name of the Lord. Hallelujah. That's going in the power of the Spirit. Í krafti andans. I want you to go back to 1 Samuel chapter 16. Og við skulum fara aftur í 1. Samúelsbók 16. And I want you to look at verse 13. Við langar að við lítum á vers 13. 1. Samúelsbók 16, vers 13. Because David's victory over Goliath did not just take place on the battlefield. Vegna þess að sigur Davíðs yfir Gólíat átti sér ekki bara stað á vígvellinum. It happened some time before that. Það hafði gerst eitthvað áður. The Bible says one day Samuel visited their house. Dag þá segir Biblían að Samúel hann heimsótti hús Ísæ. And Samuel was on assignment by God. Og Samúel hann rak erindi Guðs. To anoint the next king of Israel. Til þess að smyrja næsta konung Ísraels. And Samuel comes to Jesse's house. Og Samúel kemur til að húsi Ísæ. And he said to Jesse, the Lord sent me to your house. Og segir Ísæ, drottinn sendi mig. Because the next king of Israel is in this house. Vegna þess að næsti konungur Ísraels í þessu húsi. And Jesse says, it must be my eldest son. Og Ísæ sagði, það hlýtur að vera elsti sonur minn. Since the eldest son always enjoys the double portion. Af því að það var alltaf elsti sonurinn sem upplýði tvöfaldu spurninguna. He carries the inheritance of the house. Hann tók við sem höfuð heimilsins. It must be the eldest son. Það hlýtur að vera elsti sonurinn. Samuel went to the eldest son and he was about to anoint him and God said, stop! Elsta sinnum og var það byrjað að smyrja þegar drottinn sagði, stopp! It's not him. Það ekki hann. And then he went to the second son. Síðan fór hann að næsta. And Jesse said it must be the second son. Og Ísæ sagði það hlýtur að vera þessi númer 2. Because God delights in the second son. Vegna þess að Guð hefur indíað syni númer 2. You remember Esau and Jacob? Munið eftir Esau og Jakob. Esau was the eldest, Jacob was the second. Esau var sá elsti og Jakob. Well, it must be the favor on the second son. Og náðin var yfir öðrum syninum. You remember Ishmael and Isaac? Munið eftir Ísak og Ishmael was the elder, Isaac was the second. Og Ísak var númer 2. Jesse said it must be the second Það son. hlýtur að vera annar sonurinn. And so Samuel takes the horn of oil, comes to the second son, and he's about to anoint him. And God said, stop! Og Guð segir stopp. And now he's confused. Og nú hann ruglaður. It's not the first son, Lord. Það ekki fyrsti sonurinn. It's not the second Það son, ekki annar Lord. sonurinn. It must be the third son, Það Lord. hlýtur að vera sá þriðji. And as he went down the line of the sons, Og þegar hann gengur á röðina af sonunum, he was about to anoint every one of those boys. hann það bíl að smyrja sérkvættastara drengja. And God said, it's not him. Guð segir það ekki hann. And when he came to the end of the sons, he said to Jesse, that's very strange. Og þegar hann komið búin að ganga frá hjá þeim öllum. You brought all your boys here and there's... Ég segi þetta mjög There's no one that God tells me to anoint. synir. Do you have another son? Áttu annar son? And Jesse says, oh yes! Já! David! Davíð! He's looking after the sheep in the Hann að field. gæta söðana á akrinum. Samuel says, bring him. Náðu í hann. And they bring David in. Og þeir ná í Davíð. And as they bring David in, Og sem þeir ná í Davíð, something comes up in the side þá of gerist Samuel. eitthvað innra með Samúel. And the Lord said to Og Samuel, drottinn that's segir the við Samúel, boy. þetta er drengurinn. Now look at verse 13. He Sjáðu vers said, 1 Samuel 13 chapter í 16. 1. Samúelsbók. The Bible says, 16:13. Biblían segir, so Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Samuel then went to Ramah. Þá tók Samúel olíuhornið, spurði hann mitt á meðal bræðra hans. Andi drottins kom yfir Davíð upp frá þeim degi, en Samúel tók sig upp og fór til Ramah. David's battle against Goliath did not start on the battlefield. Stríðið Davíðs við Gólíat, það hófst ekki á vígvellinum. His victory against Goliath did not start and end there. Sigur hans yfir Gólíat byrjaði hvorki né endaði þar. It started the day when Samuel came and poured the horn of oil upon Hófst his daginn head. þegar Samúel kom og hellti úr olíuhorninu yfir höfuð hans. That's when it started. Þar byrjaði það. Because the Bible says that the Spirit of the Lord came upon him in power. Biblían segir að andi drottins kom yfir hann með krafti. Everything David needed to fight that giant, God gave him right there.
Allt sem Davíð þurfti á að halda til að berjast við þennan risa. He received the power of the Holy Spirit. Hann meðtók kraft heilags anda. He received the anointing of the Holy Hann Spirit. meðtók smurningu heilags anda. The power that he needed to take his stand against the giant. Kraftin sem hann þurfti á að halda til að taka stöðu God sína. gave to him on that Guð day. gaf honum á þessum degi. I want to let you know something tonight. Og ég vil láta þið vita svolítið í kvöld, segja svolítið í kvöld. No giant will ever come down in your life Það skal engin risi koma niður í líf þitt without the power of the Holy Spirit. án þess að kraftur heilags anda sé. You can have a university degree. Þú getur haft háskólapróf. You can have the gift of the gab. Þú getur haft málaðiskjöfuna. You can be as educated as you want to be. Þú getur verið eins menntaður og þú vilt. You might be financially powerful. Þú getur verið fjárhagslega sterkur. You might have friends in high places. Það getur verið að í vini á háum stöðum. But unless you have the power of the Holy Spirit, En nema þú hafi kraft heilags anda, that giant will remain in your life. þá mun risinn vera Do you understand what I'm saying tonight? Skilur hvað ég er að segja í kvöld? And so what set David apart from his brothers Hvað var það sem aðskildi Davíð frá bræðrum sínum? was not that he was more powerful than they, Það var ekki það að hann var einhver öflugri heldur en þeir. that he was bigger than them, Hann var í stærri en þeir. that he was more skillful than Að them. hann var í hævar en þeir. What set him apart from Það his sem brothers aðskildi hann was that he was filled with the Spirit of the living God. fylltur af anda hins lífanda Guðs. You want to kick that habit in the face tonight? Og viltu sparka í þennan You want to kick that habit in the face tonight? God's going to anoint you with his power tonight. The Spirit of the Lord's going to come upon you tonight. And you're never going to be the same again. Hallelujah. You're never going to be the same again. So you can overcome Goliath Svo þú getur sigrast á Goliat through the power of the Holy Spirit. kraft heilags anda. Second way that you can overcome Goliath. Í öðru lagi, hvernig þú ferð að því að sigra Goliat. And it might sound strange to you, Það gæti hljómað undarlega fyrir þér. but if you want to overcome Goliath, En ef þú vilt sigrast á Goliat, you need to begin to appreciate who you are. þá verður að læra að meta hver þú ert. Yes. You must appreciate who you Þú verður að læra að are. meta hver þú ert. Let me tell you something about yourself. Segð mér svolítið sjálfan. That the world has never, Heimurinn hefur aldrei or will ever og mun aldrei be privileged njóta þeirra forréttinda to meet somebody like you. að hitta einhvern eins og þig. Can I say that again? Má ég segja það aftur? The world has never Heimurinn hefur aldrei or will ever mun aldrei be privileged to meet somebody like njóta you. þeirra forréttinda að hitta annan eins You og are one in a million. þú ert 1 af milljónum. Do you believe that? You need to just begin to put that in your heart right now. Ég byrja að setja þetta í hjartaðið til kvöld. Turn to somebody next to you and say, Snúður einhverjum. it's a privilege for you to meet me. Það eru forréttindi fyrir þig að Come on, come on, come Listen. I don't care what they said about you. Ég veit ekki hvað þið sögðu þig. I don't care what your daddy said about you. Ég veit ekki hvað pappi sagði þig. I don't care what your friend said about Hvað you. vinur þið sagði þig. All that matters is how the Lord sees you. Allt sem skiptir Amen. máli. Listen to me. Hlustaðu. David comes to Saul Davíð kemur til Sál. and he says to Saul, I don't know why you guys are scared. Og hann segir við Sál, ég veit ekki af hverju þið svona hrættistrákar. I'll go and fight that guy. Ég skal fara og berjast við þennan No mann. problem. Ekkert vandamál. And Saul looks at David and says, are you crazy? Sál lítur á Davíð og segir, ertu eitthvað ruglað? He didn't understand that David had just killed a lion and killed a bear. Hann skildi bara ekki að Davíð var nýbúinn að drepa ljón og björn. And so David's mentality is he's not stronger than a Svo lion. að Davíðs hugsun hann er ekkert He might be big, but he's not stronger than a bear. Hann getur vel verið að sé
stór en hann ekki If sterkur. I can kill a lion and I can kill a bear, I don't have a problem with this guy. Þá get ég drepið þetta. Hallelujah. I want to let you know something tonight. Ég vil að ég viti svo You endured 15 years of shame. Þú getur, You've endured 15 years of shame. já þú getur, Als samen in 15 år. þú hefur. You've gone through that trial for 50 years. Já þú hefur borið þessa skömm í 15 ár. You've overcome that lion already. Þú hefur sigrað ljónið nú þegar. What is the problem with this Goliath in your life? Hvað vandamálið með hennan Goliat í lífinu? You need to understand something. Þú ætti að skilja. God has placed in you everything you need to kill that giant. Guð hefur sett í því allt sem þú þarft á að halda til að sigra þennan rissa. And so Saul says to David, Þú segir Sáli Davíð, that guy's big. þessi maður er stór. You cannot just go to fight Goliath Þú getur ekki bara farið og barist við hennan with Goliat nothing on you. með ekkert í höndunum. Take my armor. Taktu vopnin mín. And he takes his armor off and he puts it on Hann David. hefur herrklæðanum og klæði Davíð í. He says, take my helmet. Taktu hjálminn minn. And he puts his helmet on David. Settu hjálminn á Davíð. Now, if ever a helmet did not fit somebody, Og ef hann hjálmur passaði einhvern tímann ekki á einhver, I saw it today. þá sá ég það í dag. They tried to put a Viking helmet on Pastor Ben. Það er ekki að reyna að setja víkinga hjálm á Pastor Ben. And it looked funny. Hann var Nou, skemmtilegur. het is. I took a picture of him. Ég tók mynd á hún. And I said to him, that thing doesn't fit you. Ég sagði þetta klæðir þig Now, ekki. can you imagine what David must have looked like with Saul's helmet on? Getið ímyndað ykkur hvernig Davíð leit út í herrklæðum sjálfs. He looked like Pastor Ben with a Vikings helmet Hann var on. eins og Pastor Ben með víkinga hjálm. And so, Saul gives David his armor, Svo Sál klæði Davíð í herrklæðin sín, his helmet, hjálminn, his sword, sverðið and his shield. og skjöldin. And the Bible says that David tries to walk with the stuff Biblían on. segir að Davíð hafi reynt að ganga með þetta og Now, I want you to understand ég something. verði að skilja svolítið. In chapter 16, Kafla 16, the Bible says þá segir Biblían that there was a time in David's life að það var tímabil í lífi Davíðs. that he began to serve Saul Hann byrjaði að þjóna Sál as his armor bearer. sem vopnaberi. Now, it wasn't like David didn't understand armor. Það var ekki eins og Davíð, hann skildi ekki hvað vopn. He knew what Saul's armor felt like Hann vissi hvernig because he used to polish it every day. Sáls voru. Hann pússaði þetta hverju degi. He knew what Saul's sword felt like Hann vissi hvernig sverðið hans Sáls var. because he sharpened that sword for Vegna Saul. þess að hann hafði brýnt þetta sverð árum saman. He knew what that helmet felt Hann like vissi hvernig hjálmurinn var. because he worked with the helmet every day. Hann hafði unnið við hennar hjálm á hverjum degi. Because he was the king's armor bearer. Vegna þess að hann var vopnaberi konungs. So, it wasn't like the armor of Saul was totally new to David. Það var ekki þannig að þetta væri algjörlega nýtt fyrir Davíð. Because it wasn't new to David. Þetta var ekki nýtt fyrir Davíð. David knew what it felt like. Davíð vissi hvernig þetta virkaði. But the point is, En málið it didn't fit him. það passaði ekki fyrir hann. It didn't belong to him. Hann tilheyrði ekki honum. You see, David was not a soldier. Davíð var ekki hermann. David was a shepherd. Davíð var hirðmann. Are you getting what I'm saying tonight? Heyrðu hvað ég segi kvöld? God did not want David to kill Goliath as a soldier. Davíð vildi ekki að Davíð drepi Goliat sem hermaður. God's intention was for David to kill Goliath as a shepherd. Áætlun Guðs var Come on að now. Davíð drepi Goliat You see, sem many of you think mörg ykkar hugsið that in order for me to kill Goliath, til þess að ég geti drepi Goliat, I first need certain gifts. þá þarf ég fyrst sérstakka gjafir. I first need a certain position. Þá þarf ég sérstakka I need to stöðu. become a leader first. Ég verð að vera leiðtogi fyrst. I need to be doing this first. Ég þarf að gera þetta fyrst. I need the gift of discernment first. Ég þarf greiningu andans I need to speak in tongues Ég þarf að first. tala í tungum fyrst. Many of you think that in order to kill Goliath, you first need some of that armor. Mörg ykkar hugsið að áður en ég get drepið hennan Goliat þá þarf ég eitthvað sem herrklæði. I want you to understand Ég vil að something. þú skiljir í kvöld. God wants you to fight Goliath just as you are and Guð kill vil him. að þú berjist í Goliat alveg eins og þú ert. You don't need the armor of Saul.
Þú þarft ekki á vopnum sjálfs að halda. You don't need Pastor Ragnar's anointing. Þú þarft ekki smurningu pastor. You don't need Ron Botha's anointing. Ron Botha's smurningu. You don't need Pastor Kristen's anointing. Smurningu. Because he has a unique anointing for you. Hann hefur sérstaka smurningu fyrir þig. You're not supposed to kill Goliath as a pastor. Þú átt ekki að fást við Goliath. You're not supposed to kill Goliath as an evangelist. Þú átt ekki að drepa hann sem trúboði. Or as an apostle. Eða apostoli. You're supposed to fight Goliath just as you are. Some of you need to come to the place today where you appreciate who you are. You need to thank God for making you you. Everybody say after me. Thank you, Jesus, for making me me. I want you to take your hands and fold it around you. Hug yourself. Hug yourself. Say, thank you, Jesus, for making me me. Thank you, Jesus, for making me me. I appreciate who I am. Because you appreciate who I am. And I love who I am. And I don't want to be anybody else. I want to be good at being me. Hallelujah. Give the Lord a hand of praise. Come on. Through the power of the Spirit. You overcome Goliath by appreciating who you are. Final thing I want to say to you tonight. There is one principle that I only got to learn late in life. And I'm disappointed that I never learned that principle earlier on in life. Because I could have overcome many more Goliaths in my life. If I understood this principle. But let me say this to you tonight. That if you and I want to overcome a Goliath, then it is important that we have and we know a spiritual father in our lives. Now listen, I understand something. That in Iceland, just like in South Africa, there are many people that run from church to church. If we don't like it here, we go to the next church. And then we go to Vigeru. Then we go to Crossen. Then we go to Philadelphia. Then we go to Kierfas. And so we don't like what the pastor says, we go to the next church. And we go to the next church. Now let me say something to you tonight. That when you do that, you place yourself in a vulnerable position. Because you are removing yourself from the care of a spiritual father. Now watch what happens here. As David shook off Saul's armor. He took his helmet off. He took 5 stones in his sling. And he went to fight Goliath. And as he's approaching Goliath, Saul is confused. Cannot understand this. And he asks Abner, his commander. He didn't say, who's that boy? He asked, whose son is that? In other words, who is his father? And Saul began to understand the principle here. That the fact that David went to fight Goliath means that somebody taught him those skills.
Einhver hafði unnið að þessum hæfileikum. Come on now. Come on now. Listen to me. There are too many Christians today Það ómargir kristnir í dag that believe that they could face life on their own. sem halda það að þeir geti horst í Oh no, I serve the Lord. einir. I pray every day. Ég sagði Drottni, ég bið á hverjum I don't have to go to his church. Ég þarf ekki að fara í þessa kirkju. I don't have to listen to his preaching Ég þarf every ekki að day. hlusta á hans predikun í I dag. serve God. Ég sagði Guð, I pray every day. ég bið á hverjum degi. I read my Bible. Ég hef leist Biblíuna I watch television. og ég horfa I watch TVN. á TBN hérna kristilegu stöðuna. I don't have to go to Pastor Kristen's church. Ég þarf ekki að fara í kirkjunars Kristi. Listen to me today. Hlustaðu. If you do not submit yourself to a spiritual father, Ef þú gefst ekki á vald andlegum föður, you will never know the skills. þá myndu aldrei You will- hæfileikana. You will never be trained in the skills that it will take.